Kína í austurhluta Asíu við vesturströnd Kyrrahafsins og eitt elsta menningarsamfélag heims. Kína býr yfir 5000 ára sögu og Kínverjar þekktir fyrir að hafa meðal annars fundið upp áttavitann, byssupúðrið, pappírinn og prentlistina. Í Kína einnig vel þekktir staðir eins og Kínamúrinn, Forboðna borgin, torg hins himneska friðar, borgirnar Hong Kong, Shanghai og höfuðborgin Peking. Margar kvikmyndir hafa verið gerðar Kína eða sem tengjast landinu með einum eða öðrum hætti. Má í því sambandi nefna myndirnar Avatar og Kung Fu Panda. Kínversk tónlist á sér yfir 3000 ára sögu og flest kínversk hljóðfæri eru afar gömul. Kínversk tónlist getur verið allt í senn dularfull, hljómfögur og friðsæl. Eins og algengt í kínverskri menningu þá ákveðin samhljómur milli tónlistar og náttúrunnar. Til þess að skilja betur kínverska tónlist því nauðsynlegt að kynnast því umhverfi sem hún sprottin upp úr. Á þessari vefsíðu má finna ýmsar upplýsingar Kína, kínverska tónlist og menningu. Kína þriðja stærsta land í heimi, eftir Kanada og Rússlandi. Flatarmál landsins 9.600.000 ferkílómetrar og þekur 6,5% af landsvæði jarðar og 90 sinnum stærra en Ísland. Í Kína búa rúmur 1,3 milljarður sem 23% af öllum íbúafjölda jarðarinnar. Stærð Kína leiðir af sér að fjarlægðir milli staða geta verið miklar. Fjarlægðin frá austri til vesturs yfir 5.200 kílómetrar og frá norðri til suðurs meira en 5.500 kílómetrar. Þegar sólin hátt á lofti yfir Wusuli fljóti í austur Kína enn snemma morguns í Pamiri hásléttunni í vestur Kína. Þegar vetur og hríðarbylur norður með Heilongjiang fljóti standa yfir vorsáningar í Hainan eyju í suðri. Landamæri Kína rúmlega 22.143 kílómetra löng og liggja 14 ríkjum. Þau Víetnam, Laos, Burma, Indland, Bútan, Nepal, Pakistan, Afganistan, Tækistan, Kirgistan, Kazakstan, Rússland, Mongólía og Norður-Kórea. Strandlengja Kína nær yfir meira en 14.500 kílómetra. Í Kína býr fólk af mjög mismunandi kynþáttum og því má segja að þar sé að finna ekki eina þjóð heldur margar. Því aðeins hægt að tala hefðbundna eða ríkjandi menningu og lífsstíl sem einkennir kínversku þjóðina. Kínversk menning og siðfræði undir áhrifum konfúsíusarhyggju, taóisma, búddisma og þjóðtrúar. Hátíðir skipan stóran sess í lífi Kínverja og vorhátíðin mikilvægust þeirra. En hún 3 daga fjölskyldahátíð. Segja má að vorhátíðin hafi sömu þýðingu hjá Kínverjum og jólahátíðin hjá kristnum mönnum. Vorhátíðin markar jafnframt upphaf nýs árs en áramótin í Kína hefjast með nýju tungli í upphafi febrúarmánaðar eða í lok janúar. Kína hefur orðið fyrir vestrænum áhrifum og því daglegt líf ekki svo frábrugðið því sem gerist á Vesturlöndum. Þar má sjá nútíma byggingar,
verslunarmiðstöðvar, háreistar byggingar og nútímaleg heimili. Fatnaður fólks í Kína er einnig mjög svipað því sem þekkist í hinum vestræna heimi. En þrátt fyrir vestræn áhrif einkenna fornar hefðir enn kínversk heimili og samfélög. Í eldri hverfum má enn sjá sveitaleg umhverfi með stráhúsum og upp til sveita lifa gamlar hefðir enn góðu lífi. Þó svo að lífsmáti Kínverja sé orðið mjög nútímalegur, eru hefðbundin fjölskyldugildi enn mikilvæg hjá kínverskum fjölskyldum. Mörg kínversk börn þurfa að vakna snemma, sum jafnvel klukkan 5 eða 6 á morgnana, til þess að búa sig undir að fara í skólann. Þau ferðast þangað annarkvort með skólarútu, almennisvögnum, lestum, gangandi eða með foreldrum sínum. Eftir klukkan 2 eða 4 þegar hefðbundinni kennslu lýkur, fara mörg börnin í einkatíma eða sérkennslu og halda síðan heim og leið. Þegar heim komi vinna þau heimanámið sitt, fyrir eða eftir kvöldmat og fara síðan í rúmið. Eins og í öðrum löndum vinna flesti fullorðnir úti á daginn og ferðast til og frá vinnu gangandi, hjólandi, akandi eða með almenningssamgöngum. Helgar má sjá margt fólk á ferðinni að versla á gangi í almenningsskörðum eða með vinum og vandamönnum. Annað sem fólk tekur sér fyrir hendur helgar er að fara í bíó, keilu, horfa á sjónvarp og spila kínverska spilið Mahjong eða spila á venjuleg spil. Eins og í öllum löndum er daglegt líf fólks í Kína mismunandi. Það sem sagt er hér að ofan er ekki með neinum hætti algilt fyrir Kínverja, heldur aðeins almenn lýsing á því sem fólk hefur daglega fyrir stafni í Kína.